Já, kæru hlustendur. Það föstudagskaffið. Iddi kýtlinn í morgunsárið. Þetta kýtla mig. Herði, föstudagskaffið, hvað 27. janúar? Já. Helviti þetta fljótt að líða maður. Afi nýtur í dag. Nýraður. Afiðinn? Já. Til hamingju með hann. Heitum við honum. Hann fyrir austan eða? Já, ég að fara austur. Já, svona... Ég bara í flugvél núna með Carlsberg. Alveg á perunni. Byttu fyrir. Málvaður. Fyrsta flugi. Carlsberg er 0,0% sant sko, þú veist. Það er erfitt að vera fullur af því. Já, það fer eftir hvað situr út í. Gamli skólinn, hann landa í Sprite. Hver að rafgema sýru? Gamli landi í Sprite. Hann ég landi í Carlsberg. Þegar maður í þessu létta, þegar maður allar að léttur á sér. Já, auðvitað. Á jámunni kannski, ég veit það ekki. Ég fór í gær. Fórstu? Já, ég tók rækjupíramíta með mér í blóðinu. Varstu með... Svo skila maður þessu fyrir austan. Var einhver ráðherra þarna? Nei. Fjæstu þér ekki Kalla? Kalla Carlsberg. Fjæstu þér ekki Carlsberg? Jú, það sjálfsögur Carlsberg. Erum við ekki bara feskir? Jó, ég held að ég er búin að vera að heyra því að fólki byrja að framfylgja þessu sem við erum að segja, að gera þetta svona nýjárshefð líka á Jómfrúnni. Já, við náum bara, þeir eru að fara. Já. Þetta er held ég bara það nýja. Nú verður þetta tvöföld vertíð, það verður jólahlaðborðið og svo nýjárslaðborðið bara í janúar. Með vinunum. Allt uppbókað. Setjast með niður, opna eitt kaldan Carlsberg, fá sér rækjupíramíta, skiptast á markmiðum. Það allir því að gera strákar. Ég ætla að sigra heiminn. Þetta er góð vettvangur til þess sko. Sigra heiminn, verða meira vók. Verða meira vók. Ofta með húu í ræktinni, þú veist þessi þekktu markmið. En það enda, við erum komin á þann tíma ársins þar sem ég held að flest áramótamarkmið eru byrjuð að brotna. Já. Ég held að sé á 4 viku í janúar. Það er að byrja að brotna. Já, það er alltaf þannig. Þannig að það er ekkert úr seint að fara bara Jómfrúna í næstu viku og byrja upp á nýtt. Fá sér Carlsberg og 0,0% og við viljum þakka þessum dönsku stórveldum kærlega fyrir samstarfið. Já. Herði, Yngvi, ég Brandur Viltu ekki byrja á besta íslenska vörumerkið? Ef ekki að henda út þessu leiðilega í byrjun. Hvað er það? Ætlaði þú ekki að lýsa við vonbrigðum með Alþingi og Reykjavíkurborg? Nei, það ætlaði ég ekki að gera. Ekki? Þú vorst að tala um það? Nei. Var að banna ykkur að vera með tjaldbúður til stuðnings séra Friðrik? Yngvi. Var það ekki að nýjast það? Tjaldbúður til, guð minn góður. Styttan var tekin í síðustu viku. Ég heyrði að 8 menn hafa verið alveg brjálæðir. Já. Við mætum þarna. Galvaskir á mótmælum. Djöfull ertu bilaði maður. Nei, það verður ekki slíkt. En ég ætla hins vegar að segja frá því að hvar ég verð. Ég verð bestu íslensku vörumerkin sem Brandur stendur fyrir. Já. Ég verð að kynna það. Ok. Þetta verður í beinu streymi á MBL og Vísi 8. febrúar. 8. febrúar. Já, og þarna verða veitt verðlaun fyrir Semst 50 daginn eftir viku. Nei, eftir 2 vikur. Já, 5 daginn eftir eftir viku. Já, eftir 2 vikur, já. Og aldrei að reikna í beinni. Erum ekki með þátt í næstu viku, þannig að við erum reynda með þátt, en hann er tímalaus. Já, hann er tímalaus, vissulega, vegna þess að þú ert að fara í sóluna. En þarna verð ég í beinni útsendingu ásamt Rósu, vinkonu okkar úr Fortuna. Já. Og við erum að fara að veita þessi verðlaun fyrir besta íslenska vörumerki í nokkrum flokkum. Svo verður líka svona persónubrandur, veitt velun. Þessi herra Hnetusmjör tók að fyrir það. Sá sem þykir hafa skarað fram úr svona sem einstaklingsbrand. Já. Sko, hver eru tilnefndir í því? Já, það er bara að vera að biðja tilnefninga núna, þannig að þú getur bara sendt inn Brandur. Já. Hver er svona? Ég veit ekki hversu margt var, hvað það er sko, það er náttúrulega fólki valnefnd sko, en þú getur eflaust sendt bara mail og... Hvað erum við að tala um? Er þetta Jón Björns eða? Nei, já, þú veist. Er hann nú stór? Sem dæmi, skilur við, það er bara, við erum öll okkar eigi brand í dag, þú sér það. Nei, ég minna ef það var herra í fyrra, er það þá ekki Pretty Boy? Pretty Boy er náttúrulega ákveðið sjátt líka. Það er vörumerki sem er búið að skína á þessu ári. Já, vissulega, jú, algjörlega. En, ég veit ekki, hver er fleiri? Er þetta ungir og efnilegir eða er þetta svona old timers? Ég er bara að blanda, sko. Já. Þetta er bara svona eins og Valli Sport talaðum, sko, svona persónubrönd. Þetta er orðið bara, þetta er orðið það er náttúrulega sem kemur á næstunni. Hvetjum fólk til að kíkja í áskrift hjá okkur. Fá Valla. Fokking gaman að fá Valla. Hann urðaði yfir okkur, alvöru aðhald.
fyrir þá sem eru í áskiptinni og hlusta á ársreikningana. Þeir verða umdeildar og umdeildari hvernig þættinum. Blessunarlega erum við bara að fá þá sem eiga fyrirtækin til að koma og leiðrétta. Já, þú veist. Það ekkert baktjald að makka eitthvað, Valli mætti bara. Þú talar eins og allir sé að leiðrétta okkur, sko. Það alls ekki, við erum alveg fengið fólk sem var bara mjög ánægt með umfjöllunina, bara nánast spot on. Ég að verja þig hérna niður í bæ, allar helgar. Byrjaði ekki með þetta. Alls konar sögur og alltaf tekið upp hanska fyrir þig og segi bara, þið verður bara komið þátt og segja þetta eða þið eru ósátt. Valli gerði það. Og hann bara leiðrétti og ég meina eins og við nefndum sko, Pipar 2022, þetta örugglega erfiðasta samstæða sem hægt að vera að taka á Íslandi. En við tókum því. Algjörlega, en hérna bara, ekki spurning, skráðu ykkur í áskrift og setja Dýpindu Pingjan Facebook-hópurinn okkar. Við viljum fara að fá fólkið þangað inn aftur. Við erum nú með tæplega 1700 manns þar inni, þannig að endilega sláðust í för þar. Já, og svo chat þar inni, það sem svona... Já, chat. Herru, það var nú allt vitlaust að ég óvart setti vitlausan þátt þarna í áskriftina, sko. Það var hringt í mig og það var persónulegt message og... Já, ég fekk á Instagram. Það var allt vitlaust í kringum þetta, þannig að við kunum samt að meta þetta, en þetta í fyrsta sinn sem eitthvað svona klikkar. Bara biðst afsökunar á því. Rétt. En hérna, heyrðu, já, eins og ég sé með Brand, þetta 8. feb, bara hvet fólk til að stilla inn til að sjá yours truly, Arnar Ólason. Það ekki, þú gerir það nú, þú verður á tenni. Ég verður á tenni, jú, ég skal kúplinn, 8. feb. 8. feb. Ekki leiðilegt að þetta sé í streymi eða? Já, þú veist, ég meina, hvar á þetta að vera svo sem, þú veist, þetta í hádeginu og... Já, bara í hörpunni eða eitthvað. Já, þú veist, þetta já. Já, ég ætla ekki að fara að trassa þetta. Já, meinar að það sé ekki áhörundur. Já, þú veist, ég veit ekki, ég held að þetta var nú í COVID þegar þetta byrjaði þannig. Ég meina, ef að Reykjavíkurborg væri að halda þetta, þá væri allavega vínseðl upp á svona 5.000 skall og kjaft og það væri í hörpunni eða Gamla bíó eða eitthvað og alltaf fá frítt að drekka og svona. En skulum ekki spá meir í því. En herðu, sko þetta var náttúrulega svona, ég las dútfull fréttavika, má segja. Ætlaði þú að vera með einhverja erlendar fréttir eða? Já, það eru mjög erlendar. Já, það eru mjög erlendar, það er vel. Það ná alla leið til Asíu. Já, sko. En það sem náttúrulega er gífurlegt áhyggjuefni núna er loðnubresturinn. Já, heyrðu. Og það, sko, til að hafa þá hreinu að þá bitnar loðnubrestur á öllum. Það bitnar á öllum hér á landi. Já, nema íslensku krónunni, það bara sér ekki högg á vatni á henni. Nei, svo er það. Ég er með update með þetta, ég var eitthvað með móla í Boði Hafsins. Já, í Boði Hafsins. Gunnþór kom hérna líka fram í gær og talaði að þetta eru 2 milljarðar verðmæti í húfi. Já, hann er mjög bjartsýnn. Já. Hann bendi líka á það að þetta hefur gerst áður. Það má náttúrulega benda á það að við fengum viðbótar úthlutun í minni mig 3. vikun í febrúar í fyrra. Það er hægt að veiða loðnu allan mars, allan febrúar. Það er framlengjanlegt. Já, það sem er verst núna er að við erum búin að missa af kjöraðstæðum til að veiða mjöl og lýsi núna í janúar. Hún er feit og góð. Já, feit og góð í janúar. Við erum að missa besta svona manneldismarkanum. Fyrsta hængur, hrygnuinn á Asíu og hérna Austur-Evrópu. Og erum eiginlega dett inn í hrognalóðunina á þeim tíma, ef við fáum úthlutun, þar að segja, og til að vera farið aftur út, á þeim tíma sem er hrognalóðuna og við eigum svo mikið af hrognum í byrðum, þetta svona einhvern veginn spilast á versta veg í ofanálag að við skuldum Norðmönnum kvóta frá því fyrra út af viðbótinni. Þannig að þetta var bara lán á aflaheimildum þarna eða hvað? Nei, það var sko, útlutunin kemur henni það seint að við erum búnir að henda þeim út úr lögsögunni og þá bara færist þetta á milli ára það sem við skuldum og þetta er náttúrulega tengt smugursamningum og þorskskiptum og öðru. Þannig að hinn flókið. En sko, menn eru þó aðeins uggandi og ég allra mest og spyrum af hverju var krónan að styrkjast í gær eða fyrradag á sama tíma og þessar fréttir komu. Sögulega séð, þá ætti bara alltaf verið í steik. Því að við erum að tala um að vanta 20-30 milljarðar inn í hagkerfið á þessum tíma. Ég talaði við Off-Menu Póli og nokkra Forex-gæja og menn í Forex er á því bara staðan þessi. Salan og Marel er að spila inn í bara geðbilar gengisvæntingar. Alvó og fleira sem bara við kemur markanum og almennum efnahagsmálum burt sér frá sjávarútvegi er bara að gera það að verkum að menn líta bara gengi krónunar mjög sterkt áfram. Að þetta sé jafnvel bara vaxtamunum við jur náttúrulega ruglaður. Við erum hérna með 9-10% vexti, hvað er það í Evrópu? Það er nú læra. Lónan er átt, við förum ekki að svekja okkur á því.
þú veist, átið ekki, hann allavega, já, þú sem fréttastjóri loðnufrétta, þá ert þú atvinnulaus. Þannig að ég ætla bara að móka mér skarkóla, saltfiskrokettinn, þetta litla kúlur, grípið þetta fyrir krakkana, bara úðið tómatsósa á þetta, með fólki mat, og vantar góðan forrétt, þá fara ég í hafið, kaupi bara eitthvað létta fiskrétt, setja inn í opn, ekki spurning, svo mæta allir og þú baðar í þau Karlsberg og hvítvinni og forréttnum. Já, svo getur keyptir náttúrulega sko kartöflurnar og fleira þarna með sko, afforsóðið og þetta bara remúlaði frá hafinu, besta remúlaði á landinu. Já, svo segja þér. Já, það langt besta. Heyrðu, þetta bara svona, annað, ég náttúrulega sem ritstjóri loðnufrétta, þá nýti ég hvers tækifæris í samskipti við hlustendum mína og fylgjendur sem ekki margir. Ég gerir könnun sem ég ætla að opinbera hérna í pingjunni. Vanalega þegar ég gerir kannanir á postlistanum mínum, þá svona 4 sem svara. En ég fekk 23 svör í gær. Þannig að það mjög, mjög hátt í sjávarútvegi. Sko, og spurt verður loðnuvertíð? Já, 0-50 tonn. 26% spyrjanda á því. Já, 50-100 tonn, það 8%. Getur skrifað þetta hjá þér, þannig getur tekið vegna loðnuvertíð. Ég nenni ekki maður. Klára þetta bara. Helvítis leti hundur. Já, 100-150, 21%. Já, 150 plus 17%. Og nei, það verður ekki loðnuvertíð 26%. Já, þannig að það bara rétt fjórðungur sem að heldur að verður ekki. Já, sem segir okkur, bransinn ennþá nokkuð jákvæður. Þetta, ég meina, þú ert með svona þess að helstu greifa þarna. Já, sko, þessi póstlisti, þetta niche helviti. Þetta framkvæmdastjórar, útgerðarstjórar, sölumenn. Þú sér það, ég meina. Þetta ekki Gústi Balda eða einhver sem að kaupa sér bræðaref á kvöldin, sko. Þetta menn sem panta bræðaref, sko. En ég meina, er þetta bara hrein og tær óskhyggja eða er þetta byggt á einhvers konar upplýsingur sem að þeir eru með? Sko, ég myndi segja meðal reynsla á loðnuvertíð gegnum þá sem að spá í þessu svona 22 ár. Þannig að þegar menn segja, það verður ekki loðnuvertíð í janúar, þá bara bent á, heyrðu, það var úthlutun í febrúar 2013. Já, einmitt. Þannig að þannig að það er ekki gönguminsti að breytast, þetta liggur undir ís. Það er ekki öll von úti, það er vel. Nei. En þetta sjálfsögðu myndi snert okkur öll. En gott að hafa með okkur, annars væru við ekki að ræða þetta. Já, hvað var þetta eftir mikið útflutningsverðmætum loðnan? Þú tókst þetta í þætti. Varst ekki eitthvað að vinna bara í kringu prósentið? Prósent af þjóðarframlist. Já, útflutningsverðmætum. Jú, þetta slagar 1-2%. Já, minnum mig. Hugsið ykkur. Sjáu það, mikilvægt. Herðu 1-2%, það alltaf flott eða? Sko, stórfrétt vikunar, sko, það voru samþykkt að samruna viðræður á milli Samkaupa og House of Skill. Og sko, ég að segja það, Johnny, hann verður viðskiptamaður ársins, Jón Ásgeir. Þetta alltaf rætast hjá mér, þessi spá sem ég kom í áramótaþættinum. Ég heldur reyndar að stærsta frétt síðustu viku var kaup Símans og Billboard, sko. Já, reyndar. Já, þetta samt risastórt, skilju. Getur þú hendi í Oh Happy Day? Nei, við skulum ekki, á eftir. Já, en samkvæmt tilkynningu bara, Skill. Þá hefur það í hyggju að sameina Samkaup, Orkuna og Heimkaup. Og, sko, það sem ég ætla að segja, að það búið að undirrita þessa yfirlýsingu að hefja könnunar viðræður vegna mögulegs samruna Samkaupa og tiltekinna félaga í samstæði Skill. Þú veist, eins og ég var að segja, Orkan, Heimkaup og þetta sko, þú veist, Samkaup, við farið yfir þetta með Netto og Kjörbúðuna og Æsland og Samkaup og þetta. Og eins og þarna koma bensínstöðunar inn. Já, og við fjöllum það bara fyrir stuttu að Skill náttúrulega keypti nýverið allt hlutafélag þarna í Bjarma EHF sem að hélt utan 5% hlut KEA í Samkaupum. Þannig að þeir eru 5% inn. En það gert ráð fyrir að niðurstöður við þessari könnunarviðræðum liggi fyrir eftir 22. mars. Eigi síðar en 22. mars. Þannig að þú veist, hér House of Skill, bara það mættilega hrist upp í þessu. Og þetta verður mjög áhugavert að sjá, sko. Ég hef engar heimildar fyrir en ég held að þetta mun ekki fara gegn. Því að Byggðastofnun mun berjast gegn þessu. Þau liggja þarna á einhverjum 2-3% hlut. Þau munu liggja á því eins og bara hundur á kjötstykki. En var þetta ekki kaupfélag Suðurnesja sem er með 50% í? Já, Byggðastofnun, ekki svo á Byggðastofnun, sko. Þau munu berjast gegn þessu, haldi sinn hlut.
Þetta þarf að liggja þar inni, þessi 2%. Það á ekki að koma þessu markað, sko. Ég veit ekki, en ég segi nú bara Johnny Strikes again, sko, en það kom náttúrulega fram líka, sko, í november, Heimkaup, þau voru að vinna í að safna þarna 1,5 milljarð í hlutafjárhækningu til að fjármagna þessa, sko, einhverja nýjar matvöruverslanir. En nú lítur út fyrir bara þetta, Orkan, Heimkaup, Samkaup, taki höndum saman. Þetta svolítið mörg vörumerki. Já, þetta verður svolítið spennandi, sko, það verður væntanlega einhverju lokað og eitthvað nýtt og einhverju reknir, einhverju reknir, já, þetta er bara, ég elska þetta. Hún er rekin, hún er ráðin. Og ég fekk hugmynd daginn sem ég bara nú endið að mappa upp þessum retail-risum, sko, Hagar, Festi, Skel. Já. Svona fara, ég held að fólk hafi alveg bullandi áhuga á því og Gerðu könnun, hvort það hafi áhuga. Já, bara svona átt að sjá því hvað fellur undir hvað, sko. Já. Þannig að já, þetta verður spennandi og spennandi að fylgjast með þessu. House of Skel, þetta er í miklu uppáldi hjá okkur. Já. Herðu, það var nú auðvitað önnur stórfrétt, þú veist, þetta er mikið af stórfréttum. Það er alltaf Alvó líka. Alvó, ég var að koma því, þú veist, hækkaði þetta með 17% á mánudaginn eftir niðurstöður á föstudaginn síðasta sem að, þú veist, við náðum auðvitað ekki að fjalla það, en það var aðeins 1% gerð hérna vegna úttaktar, FDA og þetta er þriðja úttaktin og við þekkjum nú hvernig þetta er búið að vera. Já. Það var fyrst gert þarna 2002 vorið, svo 2003 vorið og þá voru nú bara sko helviti margir sem fóru bara með aðleguna inn. Já, nokkuð þú gerir. Og maður heyrði það fólki sko, þetta síðastlið voru 2003 og veitum nú hvernig það fóru, þetta byrjum fjallu niður í held ég lagst eitthvað 11-1200, gott ef ekki. Það eru helvíti margir í þessari viku sem eru mjög ríkir á pappír og er ekki að fara að losa strax. Nei, en ég vona að fólk hafi haldið sem fór með aðleguna þetta inn, sko, það er allavega að koma út á svona cirka sléttu núna á nafnvirði, ef svo má orðið komast. Já, paper gains eru rosaleg. Já, þetta er stórmerkileg frétt og Robert Westman segir að þetta sé eitt stærsti áfengi sögu Alvotech, eðlilega. Þannig að bara verður spennt að fylgjast með þessu og þau tala að fyrir lok febrúar að þetta geti verið komið í gegn, sko, þannig að I'm a believer, I'm a hodler. Já. I'm a hodler, ekki spurning. En hvað gerist ef þetta fokast, sko? Ef þessi eina athugasemd er bara þau segja að hann segir að þau hafi verið byrjað að vinna að því meira segja fyrir þetta, sko, að endurbætingu því að þau gerðu ráð fyrir að þetta væri ábótavant, sko. Þannig að maður bara treystir, maður trúir og treystir á The Westman. Herðu, svo sá ég World Class. Hann fær Happy Day. Það er Happy Day fyrir Orra Haugs, Westman og við skulum sameiginlegt Happy Day lok þáttar og Samkaup og Skel. En World Class er í þenslu, var að kaupa bygginguna Sjáland fyrir 710 milljónir króna. Og samkvæmt kaupsamningi sem var þinglegustu 29. desember. Og þau að fara í, sko, expansion, sko, þau að heyrðu, fyrirgefðu. Þau ætla ég er með eitt gott hérna. Já, þau ætla að reisa viðbyggingu þarna og gera ráð fyrir að verkefninu muni kosta á bilinu 1,2 til 1,3 milljarða. Þannig að þetta er bara spennandi hlutir að gerast þarna. Fasteignin er 676 fermetrar að svo stöddu og viðbyggingin á að vera 450 fermetrar golfflöt. Að gefnu leyfi frá bæjarfélaginu á sjálfsögðu. Já, þetta er skemmtilegt. En ég held að, sko, ég þekki þetta ekki, það var talað að þetta tæki, er ég að rugla þegar ég segi 2 ár? 10 ár? Nei. 10 ár? Nei, ég veit ekki, ég skrifa ekki niður, jú, sko framkvæmd verði lokið eftir 2 ár, en það er nú ekki þekkt hvort að stöðin opni samt, sko, fyrir. Þetta er allavega bara, þú veist, það er bara skölun í gangi, endalur skölun hjá World Class sem ég fagna og fyrir ykkur sem að eru það ekki áskriftinni, þá tókum við World Class þátt fyrir sem að var, þú segir sjálf frá, stórkostlegur. Hvet ykkur til að skrá ykkur í það prógram. Herðu, svo fékk ég nú aðsenda grein vegna þess að ég fjallaði nú Laufey, tónlistakonu. Já, ég sá þetta líka. Stolt okkar Íslendinga núna þessar myndir. Það var náttúrulega, sko, hún er farin að vekja upp reiði núna innan landsteinana. Hún var náttúrulega að gera allt vitlaust þarna. Þegar ég fjallaði það fyrir skemmstu og hún gera allt vitlaust í Kanada vegna miðaverðs. Er þetta ekki sama mál?
Nei, nei, nú þetta á Íslandi sko, hún ger allt vitlaust vegna þrennra tónleika sem hún halda hún í Hörpu seldist upp á 1 mínútu og fólk var ekki parsátt. Hugsaðu, við varum ekki með listamannalaun, hvað svona manneskja væri? Já, ok, sorry, kláraðu. Það er hægt að deila listamannalaunin en hérna við varum ekki með listamenn, eins og Löfi. Nei, einmitt. Okay. En Arnaldur Indriðason vissulega, hann byrjaði það væri bara enginn að skrifa bók eða væri ekki listamannalaun. En hérna, sko hann hefði ekki haft neitt passion fyrir þessu. Það sem gerist er að þau eru að fá hótanir sko. Hérna, hann kemur fram hérna, hann Ísleifur framkvæmdastjóri Sinulife og það er bara verið að hóta fólki og bara senda fúkirði hérna, út af þessu. Ég vona þessi ekki að nafngreina, ég sendi nú einu hótun hann. Þetta er sko, þetta er með ólíkindum, hún selur upp 3 tónleika í Hörpu á 1 mínútu og þetta er sko einstæmi hvað var íslenska listamann allavega með það sem hann segir, hann man eftir 3 skiptum áður, talar hann hérna Ed Sheeran, Justin Bieber og Justin Timberlake og svo bara Laufey, ælilega, en það er hún orðin risastór bara út í hennum stóra heimi sko. Já. Þannig að ég fagna þessu, ég hefði viljað fara á þessu tónleika. En hver er mekanismin? Er eitthvað svona... Sko, mér sýndist miðaverð vera 7 og 9 og til 14 og 9. Já, og ég... bara ódýrar en að fara á uppistand. Já, sem ég sko. Basically. Nei, þetta var ekkit, þú veist, hún hefði í alvörunni getað selt miða á 30.000 og selt upp kannski á 3 myndum sko. Já, ég var að vonast að... Hvernig er eftirmarkaði fyrir svona miða? Já, alveg verður bullandi örugglega með hana sko. Já. Hvað viljum við sjá þetta að fara í? 79 kannski? Já, það kemur ekkert óvart þetta að fara í eitthvað þannig sko. Já. En það var fólk var að sko ergja sig á því að nú væri þau bara að selja þetta til fyrirtækja og auðvaldsins og þú veist eitthvað svona sko. Já. Á svona vinsalasta kvörtunum sko en hann talar það að fyrirtæki sé ekkert umsvefa mikið lengur í svona sko. Nei, og hérna og hann myndi fagna því ef svo væri sko. Þetta frjálsmarkaði bara. Sterkarinn, já. Aldrei býst. En hérna heyrðu, má ég skjóta inn? Já. Þannig glemmi. Já. Brandur, person ásins. Já. Tilnefning. Auður með einu enni. Það hefur engin maður árið 2023. Þú segir nokkuð. Fengi jafn mörg sjátt og verið komið jafn þekkt vörumerki á þess að nokkuð viti hver hann er. F95 Blöð. Hann er náttúrulega bara pródúser fyrir sko örugglega 80% af podcastum. Eða sko af hlustun. F95 Blöð, Tvíhöði, Mikla að komi hérna. Óli og Hjóli, frægasti TikTokara langsins, var einn daginn. Ég var að kynna á fyrir honum. Þetta er Auðun og þeir sögðu báðir hann og einhver annar. Er þú Auðun með einu enni? Já, þetta er sko, þetta er mysterious man. Já, svona, ég held að þetta sé allir góðsögnuna. Vörumerki ársins. Þetta er mjög góð punktur, ég er bara hvet fólk til að vera vakandi yfir þessu. Auðun með einu enni er vörumerki ársins 2023. Persónu vörumerki. Já, við skulum sjá til hvernig fer. Já, en ég meina hann er að selja bóli sko. Já, hvað er hægt að kaupa það? Bara uppselt. Já, þetta er bara svona eitthvað á bílskúrnum hjá honum. Þar hafið það. Heyrðu, við gætum reynda að fengja einhverju til að greina þetta. Eins og Expectus sem er ráðgjafa fyrirtæki. Stofnaður 2009. Ég var að komast að starfa á 25 starfsmennana. Þetta er ráðgjafari viðskiptagreind. Við vorum svona búin að fara yfir þetta. Sko, Benni nefnilega senda á mig í grunninn. Það eru svo margir sem halda eitthvað, ég byrja að fara að skrifa mig í einhverja tablu áskrift. Nei, þetta virkar þannig að þú ferð í samskipti við þeirra ráðgjafa. Þau setja upp gagnamódel, fjárhag, sala, byrðir, mannur og búa til skýrsluna fyrir ykkur. Svo er þetta lifandi módel og þá er þetta að taka gagnadrifnar ákvarðanir. Já, ég held að það er mikilvægt. Ef ég væri sölumæður einhver staðar, væri að hlusta á áskriftaþættina í Pingjunni og þegar þú byrjar að tala um byrðir, þegar byrðirnar er í bullinu, þá ætti maður að ringi Expectus og fá komis. Það er ágætis indikator ef við segjum að eitthvað sé að í byrðahaldinu, þá skulle þið heyra í Expectus. Þakku þeim kærlega fyrir samstarfið og þennan mánuð sem þau fengu frían eftir pubquizi hjá okkur. Nú er þetta búið. Penni, þú fær ekki sekundi meir. Það er bara mottoð þeirra, work hard, play hard, Expectus. Talandi hugbúnaðarlausnir, payday. Alveg gjörsamlega spóla fram úr sko. Og núna stefnir bara í leaderboard hjá bókurum að veri bara keppni milli bókara hver með flestu viðskiptavinna. Sko, ég er búin að fá senda tölu, ekki staðfesta Bjössa, en hlustandi Pingjuna sagði mér, hann er komið 20 fyrirtæki. 20 fyrirtæki. Við þurfum að taka þessu upp á því. 20, heyri 21, heyri 21, nei, 20 slegir. Og hvað, ætlum við að veluna í 100 eða? 100. Fyrsti bókarinn á landinu sem er komið 100 fyrirtæki inn í gegnum Payday, hann fær shampoo. Þú vildir að hann fengi eitthvað nudd.
og hvað fleira? Vildi ég það? Já, ég bara sjampo, nutt og kannski pingjupenna eða eitthvað. Tjaldbúðir á Austurvelli. Já. Hvernig væri það? Ernir, rentapartí, það riggum einhverju geggju. Já, það hægt að skoða það. Laumum áttumærum inn, mótmæla þessu sér að Friðriksdæmi. 8 kemur með comeback og verðum ekki. Já, ekki spurning, allt í búið Payday. Og ég held að 100 sé ekkert svo óraunhæft sko. Þú veist, þú ert að auka skilvirkni svo mikið sko hjá, veist bara, þá er ég að tala 1 bókari. Nei, var það samið það er ekki óraunhæft. Nei, var það samið Payday? Styttukallinn. Nei, herðu, nú þökkum við Payday, svoleiðis Keldan auðvitað líka. Fyrstur 100, sendiði með tölur. Já. 20 er það hæsta sem ég hef heyrt. Já, og Keldan, það er náttúrulega bara allt í toppmáli þar sem fyrr. Kitty er búin að vera gjörsamlega bara á, sko, yfir spani að gera og græja hann að vef og hann er orðin bara, já, þú veist, þetta er bara orðið hálfparti listaverk að fylgjast með þessu og við, eins og hefur nefnt að við höfum séð dæmi að menn hafa selt fyrirtæki sitt í gegnum þú veist, já, það er að fengi verðmat á það í gegnum Kelduna. Ég held ég með að segja meira frá því í næsta þætti. Þetta er ofkörrent. Fyrirtæki eigendur, bara svona almennt talið. Þeir eru að spara sér cirka 1 milljón í verðmat með að skrá sig í áskrift á Keldunni, fá verðmati þar og svo bara selja þér. Ekki spurning. Bara selja þetta. Sjáu það, fréttaleitin, það eru gjaldmiðlar, það eru hlutabréf, það eru rafmyndir, ekkert sem vantar að inn á. Þökkum Keldunni kærlega fyrir samstarfið sömuleiðis. Herðu Yngvi, ég er dálítið spenntur að heyra erlendu fréttirnar núna. Já, það er sem sagt sagðir ekki að ég væri að fara alla leið til Asíu? Jú, það var nú ekkit verra ef þú ert með eitthvað úr því heimshorni. Sko, ég er með hérna móla með kínverska byggingaraðila. Já. Það er svona erlenda fréttvíkunar fyrir mér. Já. Ég var að sjá hérna upplýsingar að sala á nýbyggingum eða verð á nýbyggingum lækkaði 6% í fyrra í Kína. Svona komplett, heilt yfir. Nýbyggingar. Það er að lækka. Það verður að stýra þessi í Kína sko. Já, býta aðeins. Það er nefnilega, það virðist vera að kommunismin gæti orðið kapitalismanum að bráð. Já. Fæ ég rós fyrir þetta. Heyrðu, sko, hérna segir verð á fasteignum í Peking, Shanghai, Guangzhou og Shenzhen sem eru 4 stærstu svona ríkustu borgirnar. Þar er verð á fasteignum búið að lækka 11-14% year on year. Þannig að þú veist, verð á nýbyggingum, þeir sem eru þá ennþá að byggja 6% lækkun, 11-14% fyrir bara venjulegar fasteignir. Sko, færri nýbyggingar að fara af stað, þannig að þú veist, salan, söluverðir að dragast saman, verkefnum er að fækka, þannig að það er minna frambóðuleginni. Og hér segir að skuldabréf í fasteignafélögum hafi verið afskrifað að defaultað árunum 2020 til 2023 að andvirði $125 miljardar. Það er bara svo stóra tölur að meikar ekki sens. En sko, það má bara segja fasteignamarkaðurinn hérna er allt í steik og sögulega séð, eða googlið China's Ghost Towns og annað, þá er eitthvað verulega shady búið að vera í gangi, hvernig... Ég er að lesa hérna á september frá september 2003 að tala um að 65-80 miljón einingar séu bara lausar, sko. Já, sem að standa auðar og eru bara lækki verði. Já, og þessu, það er náttúrulega þú veist, þetta er ákveðin stýring í gangi þarna. Ef þau henda þessu öllin á markaðin, þá er þið náttúrulega bara bila dropp. Já, vandamálið, það er líka smá kreppa á þessu stað, þannig að kaupmáttur er að vera rýrna, nýútskrifa fólk er ekki að fá launuðu vinnuna þegar bjóst við, en þetta allt saman býr til scenario sem þú getur glaðast yfir. Því að það er lítið frensi núna í gangi með þá sem eru þó að reyna að moka út sínum fasteignum. Og hér er eitt dæmi af verktaka í Tianjin sem var með herferðina keyptu hús og þú fær fría konu. Og þetta var auglýst út allt. En þetta er ekki alveg eins og sýnist. Þetta er vist leikur á orðum og segast kínverski stafurinn eða þú veist, the characters, táknin fyrir þú færð fría konu er vist sama uppsetning og ef þetta væri skrifað keyptu hús og gefðu það konunni þinni. Þannig að þetta var leikur að orðum eða leikur að táknum sem að kom þannig út keyptu hús og þú færð fría konu vakti sjálfsögðu mikla athygli. Endaði einhvað stíður á því að þeir voru sektaðir $4,100 og fengu skammir á puttan. Það er ekki mikið. Standi þessu. Nei, en samt sko, ég minna þetta eru dollarar, hvað er jenið í?
Þetta getur miklu aurar fyrir verktaka í brasi. Svo var hérna með einn verktaka í Zhejiang. Hann var farin að bjóða fólki 10 grömm af gulli með hverjum kaupum. Og þú kannski lausreiknar... Er það ekki einhvers konar svona seljandalan bara? Ég veit ekki, kíló af gulli er hvað? Heimsmarkaðsverð, ég slóðu sig ekki upp. Já, þetta er náttúrulega tali í únsum. Já. Það er eins og staðan er núna, sko... Finndu bara 10 Já, þetta er bara kíló, $64,800. Já, þannig að þú hefur það 10 grömm með þá hvað? Reiknaði þetta í beinni? Nei, þú veist, 10 grömm. $600. Deilt með 1000 og aftur deilt með 100. 6.500. Nei. Skrifaði bara 10 grams of gold price. Þá ertu með þetta, við reiknum ekki í beinni. Sko, búist við að verð muni lækka áfram 5% á ári núna næstu 2 árin. Áhugaverð hliðaráhrif af þessu er að lokal sveitarstjórnir eða sveitafélögin í Kína sem eru basically bara búin að reiða sig á lóðasölu síðastliðin ár er að lenda í miklum bobba út af því að þau eru ekki lengur að fá tekjur að því að selja lóðir sem var mikið kassinnspýtingi og hér segir að tala um að falin skuldsetning hjá sveitafélögum lokali í Kína sé á bilinu $400 til $800 milljarðar og það er vist eitthvað government debt swapping program í gangi það sem að kommunistaflokkurinn eða allræðið er einhvern veginn að reyna að leysa úr helvítis auðvaldið. Já, en eitt hérna fyndi með þetta og þegar við reynum alltaf að gera eitthvað nærtækt ég held ég sé ekki að bulla ástæðan fyrir að Garðabæri núna var að hækka útsvar og fara í hérna breytingar á leikskóla dóti og fleira ég held að hafi komið fram að þau voru bara ekki búin að reikna inn í fjárhagsáætlanir hvað þau höfðu verið búin að vera að fá mikla tekjur af lóðasölu sem væri ekki lengur undirstaðan í rekstri þannig að þú veist núna bara þegar reksturinn fyrir að líta meira þetta er ein af ástafanum sem var kvótuð sko þannig að heldur að þeim að yfirsést það? Já, það var held ég ástæðan fyrir að hækka útsvarið þau bara, heyrðu, við vonum búin að vera að fá X af lóðasölu svo er lóðasalinn að minnka og þá bara sjáum við, heyrðu, ok, við vonum bara að reiða og grófa mikið á þetta fundna fé sem er ekki sustainable meðan það er verið að byggja og útsvara hinnum, þú veist, ég meina krakkar, dújón og dil og allt það sko. Heyrðu, hitt er hérna, ég man þegar ég keypti nýtt hérna í Sunnursmára fyrir 4 árum við erum að kaupa nýja íbúð á hæsta fermetraverði sem var í Kópavogi á þeim tíma 2020? 19 kaup ég held að vera á 550 fermetrin eða eitthvað og skuldsetja okkur upp í rjáur nei, það er ekki mikið í dag svo flytjum við inn og það var ný kaffivél á borðinu og við vorum svo ánægð að fá innflutningsgjöf frá verktakanum að vera búin að kaupa fyrir 55 milljónir eða 54 kom eitthvað fá nýja kaffivél og það gerði allt fyrir okkur þannig ég fór að hugsa eins og með þetta með gullið hvað svona hlutur getur skipt miklu því að kaffivélin kostar 20 skall sko Já, bara svo ég leiðrétti mig, þú veist, við vorum að tala kíló áðan en ekki, ég hugsaði tonn sko þannig að þú veist, ef þú ætlar að finna 1 gram, þá náttúrulega þetta hérna, deilur bara með 1000 sko Já, bara, krakkar, ekki reikni beinni í podcasti bara... Til að finna 10, þá deilur með 100 Já þú veist, bara, þetta er erfiðar en fólk heldur þegar eitthvað svona kemur upp og það verður bara stressaður Já, en ég fór bara að hugsa eins og með þessar gjafir hvað er svona sniðugt að gefa Vist, nú ert þú að reyna að standa í einhverju kaupum þú frúin voru að flytja þú veist, það er alltaf eitthvað voru einhverja gjafir frá verktakanum eða? Já, það fylgdi með hérna á einum stað hérna svona pesto og olía og eitthvað svona, svona skurðbretti og... Þetta getur alveg skipt máli sko. Ég sagði öllum bara, já við fengum síðan kaffiöl og allir bara kaffiöl Þeirri, þá kaup ég bara 1.000.000 á fermetrin nýja kaffiöl með Akkur ekki Nei, akkurat Herru, hérna, já þetta er skemmtilegt og það er alltaf að fara til Fjandarsanna Þetta er frétt vikunar frá Kína Já, ég þakka fyrir það Ég sá hins vegar mjög svo áhugaverða innlenda frétt Já Og fyrirsögnin var svo margföldun á tekjum hlaðvarpa Já Og kemur í ljós núna að sko, tekjur innlendra fjölmiðla námu 29 milljörðum króna árið 2022 Og sko, núna fyrst virðist vera að hlaðvarp sé hérna svona sjáanlegt í þessu Ok Það er talað hérna maður sjá
hvar var ég með þetta hérna? Ég var búin að skrifa þetta niður. Sko, byrjum bara byrjunni. Sjónvarp ennþá langstæst 15,6 milljarðar. Þar á eftir dag- og vikublöð, það næst hæst, það kemur óvart, það alveg upp á 4,7 milljarða. Já, dag- og vikublöð, það ennþá verið að Þetta mun breytast núna þegar fréttablaðið verður ekki inn í þessu fulltur ekstra ár. En svo hlaðvarp 265 milljónir. Já. Þannig að Þetta allt og lítil tala. Hvað segirðu? Já, ég held það. Þetta allt og lítil tala. Já, ég myndi halda það. Já. En sko, en þetta mér varst allan áhugavert. Fyrsta sinn sem ég séð einhver svona grein svona einhverjum mælingar. Ég velti að finna hvernig þetta er reiknað, sko. Þú veist, í fyrsta lagi bara hvernig vitaðu hvaða fyrirtæki er á bakvið hlaðvörpin. Ég var alveg flett upp kennitölum á bakvið hlaðvörp og þetta eru mismunandi lyklar og svona, sko. Já, lyklar. Hvernig þau áætla það, sko. Bara svona þessir ísallyklar, skilur, bara tilgangur reksturs og annað, sko. Hver var með þetta? Er þetta ekki fjölmiðlanefnd? Hagstofa gaf þetta út. Nú, Hagstofa. Þú veist, þegar þú segir að þetta sé rangt, þá ert að ganga gegn Hagstofunni sem er svona æðsta gagnastofnunin sko. Já. Þannig að, en ég myndi, sko, þetta er 2002. Nú er þetta 22, þá getur þetta alveg verið, en þetta hefur örugglega tvöfaldast, 23, tekjur af hlaðvarpunum, myndi ég gíska. Já, en ég meina, ég velti fyrir mér, þú veist, hvernig, þú veist, það eru einhver SLF og annað svona, þarna á bakvið, hvort þau komist í það líka. Ég er bara svona, þetta er bara að vakna spurningar. Já, akkurat. En enga síður áhugaður frétt, en svo er eins og ég segi, dag- og vikublöð 4,7, svo er vefmiðlar ekki nema 3 milljarðar af þessu, útvarp 4,1 milljarður. Það er rosalegt hvað útvarp það er ennþá mikið pening. En svo er önnur blöð og tímaritt 1300 milljónir, 1,3 milljarður. Ég þreytist ekki á að segja, ég mældi þetta þegar ég var á X-stað að auglýsa í hlaðvarpi og útvarpi og var með vefgúrúinn að mæla umsókn á VF alltaf þegar við settum auglýsingu í útvarp og svo eftir hvernig þetta á mentionað í hlaðvarpunum og það sást aldrei spæk á veftölum eftir útvarps auglýsingu en það var spæk eftir hlaðvarpin. Já, það? Já. Og gefur náttúrulega Dr. Fútból gott sjátt. Hjörvar var auðvitað þetta. Þið heyrið það, kæru sponsor, hlaðvarpið er leiðin í dag. Á móti er útvarpið, það er svona kognitiv. Þú veist alltaf að heyri þetta. Fer kannski ekki strax, en ég er mjög bearish á útvarpið. Ég held að þetta sé short. En Valli Sport fer yfir þetta með okkur í áskriftinni. Hann talaði að það væri vel hægt að reka útvarp í hagnaði og fór yfir hvernig það hafi verið gert Við erum svona búin að vera að laða okkur menn núna sem við höldum allum að kaupa fjölmiðlahlutan út úr sín en það hefur ekki ennþá komið Þórhallur sagði nei, Gunnars og Valli sagði nei Þórhallur Gunnars verður hjá okkur 9. febrúar hann verður í föstaskafinu, það verður opið þáttur, stór merkilegur þáttur hvet allar til að stilla inn þá það er svona fjölmiðla spesial og það er of seint að senda spurningar, við hittum hann í gær Já, það er bara þannig en herðu, svo eru nú fleiri fréttir Amarok, þú veist sér maður fyrir endan á þeim uppgangi nú verður þeir að slá í eitthvað 120 km koparbelti í Suður Grænlandi hvernig ætli tilfinningin sé bara þegar þú farið þess að tölur á blað ég veit ekki, þetta var rosalega góð með hlutabröðverði þetta er náttúrulega talsverður aðdragandi svo sem því að fá þessar fréttir þetta er nú ekki eins og í gamla daga einhver var bara neglin í vegg og svo bara, herðu, gull nei, það er nokkuð ég held að sé einhver marga kílómetra löng hóla þarna sem er borað inn áhugaverið tímar, ég meina ég held að sé þessi fjórðungur sem er make og break upp og hvort er alltaf að fara að vinna og sækja gull þarna þannig að það er miklar væntingar eins og staðan er í dag en það er ekki búið að taka mikið gull þarna út þannig að þetta verður áhugavert að fylgjast með þeim Þetta er í 3 hollum hjá þeim 2023 var bara gekk langt umfram vonir og þú veist þess að ég segi þau eiga þarna einhver ránd inni ég ætla bara til að vera með þetta alveg á hreinu Já, árangursríkt ár 2023 og einungis fyrsta árið að 3 í full fjármagnari rannsóknar á allum félagsins í Gardagstarfinu. Þannig að þú veist, þetta er, við fengum til okkar eitt gest hérna og við ætlum ekki að nefna hann nafn. Hann sagði okkur að kaupa í Amarok í 80 það eru 2 gestir sem komu sem hafa sagt okkur að kaupa í Amarok og ég var bara eitthvað svona, er þetta ekki bara eitthvað svona
þú veist. Já, ég vil sjá tekjur fyrst. Maður verður bara að fylgjast með, þú veist. Ég ætla að vera erindreki Satans, út í að mista lestinni, þá ætla ég að gagnrýna hana. Ég vil fara að sjá gull áður en ég kaupi hana. Og ég vil fara að sjá kopar, ég vil fá kopar sendan til mín hérna í umslagi. Ég bara sé eftir, þú veist, ég vil eitt svona fylgjast með félögum sem ég kaupi í hlutabrif, sko, en Amarok, ég hafði bara lítið sem ekkert vita á því, sko. Maður hefði stundum á maður bara hlusta, þegja, kaupa. Já. En við gerðum ekki þarna, en herru, Yuzu núna að sjálfsögðu eftir sem og áður að bjóða upp á hagstæðustu hamborgartilboð bæjarins. Já. Við erum með, sko... Ég hef svolítið verið að reppa Yuzu virkadaga. Já. Þetta að verða alveg ægilega vinsælt helgar. Já. Alveg ægilega vinsælt. Takeaway, sunnudöfum, Yuzu. Eitthvað aðeins búin að vera að gamma sér. Bjóða frúnni 1 borgara. Já, þetta. Og skutla heim. Þú þekkir þetta? Já, ég þekki þetta. Þetta er bara allavega vikulegt hjá mér. Og, þú veist, þú komin á fast en svona hitt dæmi. Ég nú farin að nýta mér nettilbúðin mikið. Já. Og það sko, í fyrsta lagi þriðjudagstilboð, nettilboð fyrir 2, fyrir fjölskyldu, það bara allur fjandinn í boðið þarna. Þetta svona nýtt slógan hér, Yuzu, fyrir íslenska herramenn. Þeir eru að skutla heim á sunnudagsmótni. Fyrir íslenska herramenn. Og bjóða þeir eitt takeaway á leiðinni. Það var ekkert sérstaklega móðins markaðsæður herrferð. Ég meina, hvað veitum við? Ég meina, slagurðið ennþá í gildi hamborgar okkar kynslóðar, það nú bara þannig. Þú ert nú búin að vera að spá hérna ímsu. Hvaðan vitum við, nema bara á þessu ári, komið nýr markastjóri til Yuzu sem býtir slóganið Yuzu fyrir íslenska herramenn sem að það myndi hrist upp í þessu allan. Hristur upp í markanum og það gengur gaggjart út á það að taka einn Yuzu borgar á leiðinni heim eftir að þú ert búin að vera að gamma þér. Ekki spurning. Herðu, svo fyrir okkur hinn, þá þetta bara í hádeginu alla virka daga og frábær hamborgari. Herðu, en svo alveg Askja auðvitað. Það smartinn, gamli góði og ég hættur að hlusta á nokkuð annað ef einhver er að selja með nýjan bíl. Já. Ég hættur að hlusta. Ég segi, ég að spara fyrir smart. Og þetta náttúrulega sko nýlið ásins líka, þið sjáu það, þannig að það vottur gæði. Nýlið ásins og þið þekki þetta, ég meina, þú vilt vera í sæng með sigurvegara, þú vilt leggjast upp í rúm, þú vilt líta út gluggan og sjá smartinn í stæðinu. Já. Og vita að þú ert í sæng með sigurvegara. Smart í sæng með sigurvegara, ekki spurning, þökkum Öskju kella fyrir samstarfið og vilja hvetja fólk til að kíkja á þetta, skoða þessi mál. Það er einhver svona endurgreiðslu fyrirkomulag í gangi og... Já, veistu hvað er besta tilfinning á Íslandi? Vera á Miklubrautinni, að þeirra smart hittast á rauðu ljósi, þeir horfa eða þær á hvort annað og þau vita bæði að þau eru sigurvegarar. Já. Þekkir þessa tilfinningu? Og í sæng með sigurvegara. Það er svo algengt að vera að horfa niður á einhvern og vera bara svona ég vorkin honum og vera ekki smart. En þegar smart hittir smart, þetta er svona sælu tilfinning. Algjörlega. Það ekki hlaupara sem fá endorfín og svona. Þetta er bara að kalla smartofín. Þetta er bara tilfinning sem þú finnur ekki nema á smart. Háðu smartofín á smart. Já. Ekki spurning. En svo Yngvi Sami smart, hann er með smartofín alla daga. Herðu fyrir ekki það. Það er líka stór frétt hérna úr íslenskum kvikmyndaiðnaði. Sko hérna hvað er þetta hérna? Jesús. Ertu að tala landkynninguna fyrir Ennis Alaska? Já, þú veist, hérna er þetta. Þú veist, nú verður kveikt á gasinu held ég, sko. Hérna, Ennis í Alaska. Sko, maður velti fyrir sér út af því að það er þessi ívilnun þarna í boði að endurgreiðsla þarna. Já, við erum að niðurgreiða kvikmyndaverkefni sem koma erlendis frá Hollywood og fleira og á ekki að vera ákvæði í samningnum að Ísland sé allan að nefna nafn. Þegar hér var náttúrulega Íslandi bara breytt í Ennis í Alaska. Já, þetta er pínu sorglegt. Já. Er það ekki það? Jó, en sko, þetta eru samt, þú veist, góða fréttir. Nema þetta sé hlutað einhverju plotti hjá Lilju Alfreðs, bara, heyrðu, við viljum fara að fækka ferðamönnum. Já. Þannig að við ætlum að fara að niðurgreiða hérna á Íslandi landkynninga fyrir Ennis Alaska, sem er bær sem er ekki einu sinni til. Nei, Þú veist, ef að bærin Ennis Alaska er ekki til, hefði ekki þá bara verið hægt að búa til einhvern bæ á Íslandi? Þannig að þetta væri allavega landkynning. Já, ég bara, þú veist, maður velti því fyrir sér. Og mér finnst þetta ætti að vera skilyrði. Þetta er mjög steikt. Nema Lilja Alfreðs, hún er í fjórvíða skák. Best að fara að niðurgreiða ferðamenn eitthvað annað. Það er bara, fólk heldur að við séum að þessu sem landkynning fyrir Ísland og smitáhrifin.
en við viljum ferðamenn annað farin til Ennis Alaska þau náttúrulega að fara mjög fögrum orðum og þú veist, það náttúrulega markasetning sem kannski svona illmælanlega að þeirra leikararnir að tjá sig viðtölum og annað þú veist, Ísland og þetta hafi verið tekið upp þar og jari og þau eru búin að gleyma hvalveiðunum það bara alveg gleymt, peningurinn kominn inn á heftið við komum aftur þegar við fáum borgið okkur meira það eins og þú veist, þetta svona ég veit ekki, við þurfum kannski að hafa aðeins meiri þekkingu á leyfiskerfinu á baku þetta en það mjög margt skrítið það ekki? En þau eru allan að ána með þetta, þau eru að fara að halda einhverja sérstaka þau hver? Þakkasýningu, bara teimið þarna í kringum þetta og það segir og þetta samgleðs maður öllum Íslendingur sem að ná að taka reynslu og þekking úr þessu ég meina okkar maður, Aron vonandi fær hann stærri tækifæri og fleira en maður velti samt fyrir sér á kostnað hvers þú veist, en þau eru allan að bara ána með þetta og gagnkvæm allir ánaðir að fá pening endurgreiddan frá ríkinu Alltaf þetta sé ekki dálítið svona málað af þeim orðum og í því samhengi langaði með að nefna þetta með hvalveiðarnar, þú veist, einhver þarna sem kom opinberlega fram og var Jodie Foster eitthvað ruslið við það? Já, ég veit ekki, það var þarna hálfskrítið Samus Móa, gaurinn eða eitthvað Já, þarna Móa En Lilja kannski bara hækkar endurgreiðslunar til að við fáum Já, hvað veit maður? Hún í fjórviðaskák, það var allir sáttir Fjórviðaskák En herru, svo svona kannski að lokum frá mér að tók eftir þetta náttúrulega búið að ég svo sem nefndi þetta mér þegar ég var með völvuna í byrjun árs að þú veist, það farið að raungerast talandum enn og aftur eitthvað sem að raungerast úr minni spá það húsnæðismarkaðurinn og vegna þessa Grindavíkur harmleiks þá bara búist við mikill þenslu á húsnæðismarkaði það eru 1200 fjölskyldur sem vantar húsnæði og það þú veist, það talað 2 leiðir, það að taka annarkvæmt lán eða auka skatta og segir ef ríkissjóður tekur lán fyrir aðgerðapakka Grindvíkinga þá hætta á útgjöldin, auki þenslu í hagkerfinu og kynntu undir verðbólgu hin leiðin að fjármagna leiðina með aukinni skattinnheimtu eða draga úr útgjöldum annar staðar og við þykist nú vita það að það verður ekki dregið úr útgjöldum neins staðar það ólíklegt þannig að en þetta þú veist þetta hrikalegt ástand og í allt sem nú þegar að gerast, þú veist, það bara ekki verið að byggja menn eru bara að fara á hausinn sem að byggja, það verið að flytja fólki hérna inn í stórum stíl, nú þetta skilurðu, þetta bara, það eru ekki góðar fréttir framundan fyrir fólk sem að, ekki inn á markaði í dag, það bara þannig og jafnvel fólk sem að fara inn á markað núna, ég meina, þú veist greiðslumatið þannig að það bara árkappaður, 35% 35 eða 40 fyrir fyrstuhöfundur og ég meina þá að vera að íta þér kannski út í að taka bara 100% verðtryggt lán og þú veist, ef þetta kyndur undir verðbólgu þá það náttúrulega hrikalegt ástand líka það verður 10% verðbólga eftir ára einhverja kaup í dag, þá bara með 50 milljónir á lán bara orðið að 55 milljónum, höfustólinn fyrir utan afborganir að sjálfsögðu en þú veist, þetta bara mikið óvissu ástand þetta alvöru hausverkur þetta það þetta var greiður, nú ég svona fyrst eða bara svona fann að vorkenna fólkinu þetta bara lose ég alveg sammála og þarna eiginlega finnum maður til vorkuna með stjórnmálafólki eina svona sem samt spes að þetta byrjar að gerast í nóvember og það samt ekki ennþá komin einhver alvöru aðgerðaráætlun hvað annað merkilegra á Alþingi heldur en að sé bara einhver hópur að vinna í þessu dagstaglega á sama tíma var framsókn að henda fram viljum lækka kostningaraldurinn fyrir forsetanir í 18 Akkur vinni ekki vinnun ykkar og hugsaðu Grindvíkinga og leysi það öllum skít sama þótt að einhver TikTok-stjarna vilja vera forseti það bara svo margt í húfi hér það séu bara ekki allir með fókus á þessu skammar ekki smart í húfi þó einhver undir 35 ára verði forseti en enga síður, erfið ákvörðun en það bara einhvern veginn eins og fókusin sé samt ekki 100% á þessu og þetta stærsta verkefni Já, algjörlega en maður velti fyrir sér, þú veist, hvort að ég veit ekki þetta bara hörmungar ástand og maður hefur mikið verið að tjá sig þessi mál undanfarið að núna virðist að vera bara komið í endanlega skít, þú veist, maður var að spá þarna eitthvað, 2024, 2023 eitthvað þegar vextir lækka og eitthvað svona þá lækki húsnæðisverð en það bara enga veginn. Annarsamt, þú og dómstagsspámennir, það rétt að benda það, ég held að sé núna í febrúar, þá losna
þessi megin þungi? Ekki megin þungi, en obbi, þetta næsti obbin held ég núna í februar. Gott að Seðlabankin var ekki með þetta, þannig að kannski kemur bara fullt inn og sölu og móti. Það sem fólk gerir, það endurfjármagnar fyrir 100% verðtryggt og þú veist, og ef þetta fyrir gegn skilur að En svo annað líka til að flagga því og því að maður nú búin að tala um einhverja Grindvíkinga sem vilja helst bara vera sem næst Grindavík eða komast þeim fjæst eða bara lengst í burtu nærliggjandi sveitafélög, Sandgerði, Garður Keflavík, Reykjanesbær en það einhvern veginn, bönnum Airbnb íbúður í miðbænum. Já, það ein af þessum Hvað margir Grindvíkingar að sækja það að komast í leiguhúsnæði niður í 101? Já Ég veit ekki, en eins og ég segi, það er fleira fólk sem ætti að vera stúderða núna og vera með svör og illa gert okkur að vera gagnrýna en mér finnst eiginlega ámælisverðast hvað Það ekki á þessum bilun eða ætlaði að fara að ráðast eitthvað Airbnb tengt þessu sko. Já, ekki nema að þetta sé Lilli Alfreds í fjórviðri skák hérna bara niðurgreiða og maður hefur síðan sem verið kastað fram og þú veist, þetta bara þetta er ófremdar ástand Já, þannig að af samtali við Grindvíkinga þá var einhvern veginn eins og þau sé ekkert með augun á Airbnb íbúðum í miðbænum heldur væri það bara til þess að slá einhverja pólitíska keilur Ég veit ekki Herri, að því sögðu þá held ég að ég allan að tæmdur í dag Varst þú með eitthvað? Nei, bara til hamingju með afmæli afi Já Svo er ég bara farin 2 vikur að ráðu sérfræðinga, skottulækna og náttúrulækninga til Tenerife að takast á við erfiða fótsveppi einmitt Hefur ekki ennþá komist undir læknishendur Slæmt í köldu lofslægi Mælt með að komast í hitan meðan maður býður eftir að komast til húðlæknis það tekur vist 6 mánuði í dag Reyndar ég áttur að prófa má mæla með einu að fá við stöðnun og lækna á okkur það er eitthvað nýtt sem heitir húðvaktin.is Ég bara orðin á seg er það svona blettaskoðun á þannig það? Sko ég held þú getur Ég hef aldrei farið í blettaskoðun Já, maður á að gera það reglulega, ég á að gera það, ég er í áhættuhópi fyrir húðkrabbamein en ég held þú getur sko inn á húðvaktin.is tekið mynd lýsingu og þá er húðlæknin sem fer yfir myndina og sendi þér Hefði ég vitað þessu, hefði ég gert þetta en ég er búin að vera í tæpa 7 mánuði að bíða eftir að einhver kíkja á tætnar á mér þið bara afsakið það hlustendur Já, ég verð að fara í allavega þetta hútsjekk sko, ég meina, það er alltaf að poppa upp einhverju nýju fæðingablettir á mér Já, það þarf að fylgjast með þessu og það kostar sín tíma að berjast í kerfið þannig að bara driðið að fara að panta Hugsið vel ykkur kæru hlustendur eins og Iddi segir, hann á leiðinni til Tenni í 2 vikur en ekki örvænta Samkvæmt ráði sérfræðinga Já, það verða Ekki lækna Það verða þættir föstudagskaffi, þættir næstu 2 föstuda Já, og bara áfram eftir það þegar þú kemur heim þannig að bara baki breytt og svipan á þig Það verður ekki hlé Herru, takk fyrir í dag Góða helgi, takk